Það var því þekkið þessa tvo, Birkir minn og Einar. Hún ballað að byrja. Hvernig leggst þetta í ykkur? Þetta leggst bara mjög ljóð. Ekki? Jú, bara mjög spennt þegar að byrja loksins og að spila alveg leiki bara. Hvernig svona þessi síðasta vika fyrir leikina, hvernig svona þetta eitthvað öðruvísi heldur en náttúrulega á undirbúningstímabilinu, hvernig svona hefur þinningunni verið að aukast? Nei, ég held að þetta sé ekkert mikið öðruvísi. Við náttúrulega bara höldum okkur plan og æfum bara alveg eins, en þetta kemur alltaf eitthvað svona fiðringur og menn svona aðeins byrja að pæla meira í þegar nær drögum úti. Þannig að þetta bara mjög svipað. Eins og bara fyrir þá sem ekki vita, eins og æfingin sem í dag, daginn fyrir leik, hvernig hún frábrugðin öðrum æfingum og svo eitthvað fyrir, eftir eitthvað svona sérstakt sem Nei, við erum alltaf bara með svipaða æfingu daginn fyrir leik. Það bara, rólegt bara reytur og svo að tekja smá spil svona til að ná tónusnum upp eins og Bjössi segir. Okay. Einar, frá því að þessi hérna sem að spila í Messi og Co. kom inn í þetta, hvernig hefur standardinn eitthvað hækkað eða svona, þú veist, getur hann þetta þá? Segðu það bara, komdu með það. Já, hann er hækkað, það gæða leikmaður. Já. Þannig að það bara mjög flott að fá svona stóran, góðan leikmann í hóp og reynslu mikinn. Birkir, hvernig líst þér á, eins og við erum búin að vera hérna frá því að þú varst 2 ára, verið að fara að spila núna svona í móti KR svona í endurkominni. Verður þetta eitthvað mikið betra? Þú veist, KR í fyrsta leik? Nei, ég veit ekki alveg leið ég sá, þú veist hvernig það raðið upp, alveg fyrsta umferð var alveg KR á Hlíðarenda klukkan 8 á föstudaskvöldi, þá held ég að það hefði bara verið, það hefði ekkert getað verið betra, held ég. Þetta bara besta leiðin til að koma tilbaka, held ég. Hvernig finnst þér þessi strákar sem nú búin að kynnast núna? Eru þeir alveg með þetta? Eru þeir verður ríkjandi Íslandsmeistarar? Svona æfingarnar og getan og allt þetta? Já, heldur betur. Þetta bara, það kom mér ekki óvart þannig sé, en ég vissi kannski alveg hvernig levelið þú veist, það var langt síðan ég var á Íslandi og svona og liðið var mjög gott 2007 þegar við unnum, en þetta lið hérna ennþá betra. Og það svona kom kannski meira óvart að þetta lið hafi verið betra enn 2007 liðið. Þannig að það var svona skemmtilega óvart. Nú sitjum við inn í stúkunni og þið verðið náttúrulega inn á vellinum á morgun, en 8 á föstudagskvöldi, hvernig vilja Einar og Birkir og náttúrulega allir hinn í liðinu, hvernig viljið þið sjá stúkunni hérna annað kvöld? Bara eins fulla á hægt er. Það er að fá tróðfulla stúku og fá stuðningsmenn okkar bara til að vera gargandi alla leikinn. Birkir, hver eru þínar væntingar? Já, helst bara að Valsararnir taki svona allt nema kannski 2 raðir hérna á móti enda. Svona áður en að leikurinn byrja, þannig að Kárageirnir geta tróðið sér eitthvað út í horni einhvers staðar. Það væri fínt. Búningarnir, segið mér aðeins, hvernig finnst ykkur þeir vera? Tískufrömmuður Einar tekur það. Mér finnst það bara heldur flottir. Ég er bara mjög ánægður með það. Það er bara eiginlega eins og ég get sagt. Birkir, þetta var það. Mér finnst þeir glæsilegir að vanda. Mér finnst valsbúningurinn alltaf fallegur. En hann er mjög flottur í áðan, ekki það. Eru þið með einhver skilaboð til stúkunnar? Svona bara fyrir fyrsta leik, svona fyrir klárinn, svona þú veist, eru þið með einhver sérstök skilaboð? Eins og eitthvað sem þið viljið segja við Valsarana? Ég bara endilega mæti hérna fjósi fyrir leik og bara sem flestir og vera mættir upp í stúku þegar við mætum út í upphitun og láta svo í sér heyra bara alveg frá fyrstu mínútu. Það væri geggjað fyrir okkur leikmennina að sjá stúkuna svona þokkalega fulla þegar við mætum út í upphitun.